Brekkukots annál. 17. kapítuli. Pipar fyrir 3 aura. Sé augum rennt yfir dagblöð frá þeim tímum, til dæmis foldina, kemur það upp úr dúrnum að ekki var með öllu tíðindalaust í þessari litlu veiðistöð, þó sumir kunna að halda að hún hafi legið fyrir utan heiminn. Einmitt þessa daga berast þau tíðindi landið að söngvarinn okkar Frægi hafi nú skrifað hinu háa alþingi bréf. Í bréfi þessu leyfði hann sér að tjá löggjöfum að vegna nafnfrægðar sinnar, sem þó var meiri orðin í heiminum fyrir Guðs miskunn en sjálfs hans verðskuldan, þá var nú orðið óþarft að hölda kind sem vinnur hörðum höndum á Íslandi yrði framar íþyngt með sköttum honum til handa. Veitti með bréfi þessu afkall til fjár honum hafði verið ánafnað úr landsjóði. Væri tími tilkominn, sagði í bréfinu, að hér yrði skipt hlutverk. Lagið nær að hann hnoðaði bændum og fiskimönnum þessa hjara þéttan leir upp frá þeim degi. Leið þakkaði hann alþingi fúlgur það hefði fram að því veitt honum af almannafé á Íslandi til að efla menningu í útlöndum. Göfuglyndi landstjórnar talaði sínu máli það að sú þjóð sem hér byggði vildi enn upphalda merki fornsögunar. Yfir þessu bréfi var prentuð mynd af Garðari Hólm, einhver hinn fyrsta mannamynd í íslenskum dagblöðum og hinn stærsta sem prentuð var á þeim vettvangi, allt til þess dags Danakonungur kom til landsins nokkrum árum síðar. Í blöðum þess tíma verður lesið margháttað lof hinn unga snilling sem þá var þegar viðurkenndur óskmögur þjóðarinnar. Því var meðal annars mjög haldið fram til lofs Garðari Hólm að hann væri hverjum ungum menntamanni fyrir mynd í því hversu menn skulu virða landsjóð. Hann var talinn einna fremstur andans manna í því að þyrma bændum og fiskimönnum. Í einu blaði var sagt að enginn listamaður gæti komist öllu lengra á braut sinni en neita sér að kreista heljar höndum það gull sem dregið undan nöglum þessara fátæku stétta. Það var ekki heldur talinn leika vafi á því að bændur og fiskimenn mundu vel kunna að meta þann siðferðisstyrk sem lýsti sér í sendibréfi hins fræga manns. Í stuttri fréttaklausu á öðrum stað í blaðinu mátti síðan lesa að söngmaðurinn hefði gefið landinu 10.000 póstkort með mynd sinni að selja til ágóða handa berklaveikum mönnum. Í næsta tölublaði má lesa nýtt skrif eftir Garðar Hólm og stóra myndin enn fyrir ofan. Innvirðulega og af heitu hjarta flyð ég þeim feðgum herra Útvegs og Dannebrogsmanni
Jóni Guðmundsinni nýlenduvöru kaupmanni, svo og syni hans stórkaupmanni og stórriddara G. Guðmundsen, fyrir fé sem þessir gáfuðu framfara menn, ættjarðar vinir og samlandar mínir létu af hendi rakna, þegar ungur Íslendingur lagði kvíðandi og andvarpandi á bratta, sem aldrei áður var farinn af hérlandsmönnum, enda fátt í malpokanum utan dirfska vonarinnar. Skilning á viðleitni lítils drengs, sem frá upphafi trúði á rödd Íslands í kór heimsins, þakka ég þessum góðu feðgum og sönnu Íslendingum og dalbroksmönnum. Það von mín að Íslendingar hljóti þann söng sem land þeirra verðskuldar. Virðingar fyllst, Garðar Hólm. Yfir enn annarri grein var með stórum stöfum prentuð þessi fyrirsögn: Álfakóngurinn við Austurvöll. Þar frá því skýrt að Garðar Hólm, óperusöngvari, ætli sér að halda söngskemmtun fyrir landið á svölum Alþingishússins sunnudagskvöldið kemur, ef ekki verður rigning. Hinn frægi söngvari ætlaði að fara með nokkur lög af skráþerri sem hann hafði sungið af í öðrum löndum, einkum þau sem höfðu valdið mestum fögnuði í Teatro Colón í Buenos Aires og á svölum Soldánshallarinnar í Alfgersborg, svo sem Kindur í armi kofanum, fagurskalaði fuglins á og austankaldin á að blés. Fyrir þessum íslenskum lögum höfðu ótaldar þúsundir manna víðsvegar heim og svo áhangendur páfa sem Múhameðs beygt höfð sín. Ennfremur ætlaði hann að syngja hér fyrir Ísland nokkra söngva af því tagi sem hafa orðið til undir heitum gullhimni Miðjarðarhafs, en aldrei áður heyrst í köldum blásal íslenskra fjalla. Það eru aríurnar frægu sem svo heita. Að síðustu ætlaði hann sér að syngja Álfakónginn. Ég spurði: af hverju lest þú aldrei Foldina, amma mín? Hún svaraði: ég var alltaf talin heimsk. Það stendur í blöðunum að hann Garðar Hólm ætli að syngja á Austurvelli á sunnudaginn. Ekki spyrja því, sagði hún. Fagurt syngur svanurinn sumar langa tíð. Eigum við ekki að koma niður á Austurvöll á sunnudaginn, amma mín, sagði ég. Ég held nú að þann söng sem við heyrum ekki hér í Brekkukoti sækjum við ekki niður á Austurvöll, skepnan mín, sagði amma mín. Já, þá fer ég einn, sagði ég. Hún sagði: gerð þú það? Ég hvort þið búin að heyra minn söng og segi já. En þú átt eftir að heyra þinn söng, far þú. Og gáða Guði eins og hún amma mín var vön að segja. Allt það bauð mér í grun að fáir hlutir yrðu mönnum meira umhugsunarefni báðum megin við kirkjugarðinn. Ég held það sé ekki of djúpt tekið í árinni þó ég segi að bærinn og þjóðin, landið og loftið biðu eftir þessum söng.
Kirkjugarðurinn og allt hans ævintýra líf hvarf mér út við sjónhring þessa daga. Bjöllurnar tvær hættu að óma. Tífið hvarf úr klukkunni. Á einum slíkum tilhlökkunardegi, rétt á undan söngnum við Austurvöll. Þá var ég sendur snöttuferð oní bæ fyrir hana ömmu mína og að ganga á löngu stétt sem höfuðgatan í bænum var kölluð þann díð, þar sem Guðmundsens verslun stóð og svo prestaskólinn og Hótel Dísland. Þetta var rétt upp úr hádeginu. Það var þurrkur. Ég var að horfa á skreiðarlest taka sig upp. En í þá daga keyptu bændur hert hausbein úr þorski og fluttu í klyfjum austri sýslur, stundum álíka langan veg, mældan í dagleiðum, eins og frá Parísarborg til Peking, ótal sveitir, yfir fjöll og heiðar, sanda, klungur og straumvötn. Það var stórum tilkomi mikil sjón að sjá svona lest taka sig upp. Hún hafði kringum sig andrúmsloft fjarlægra staða eystra. Það var allt í einu tekið hökun á mér. Mér sýndist þetta vera ég sjálfur, segir Garðar Hólm, sem að ganga út með stafinn sinn eins og aðrir fínir menn. Ég gómdi fyrst á mannin og vafðist tunga tönn en svaraði að lokum. Nei, það er ég. Hvað ertu að gera, sagði hann. Ég að kaupa pipar fyrir 3 aura, sagði ég. Alveg eins og ég, sagði hann. Má ekki bjóða þér neitt? Nei, sagði ég. Ekki einu sinni 5 aura köku, sagði hann. Það er alveg óþarfi, sagði ég. Rjómakaka, lítið stærri en 5 kostaði í þann tíð álíka mikið og fiskur handa 10 manns. Það kom því miður allt og sjaldan fyrir á þeim tíma ævinnar sem ég var gefin fyrir sykurbakstur að ég væri nógu múraður til að festa fé í fyrirtækjum af því tagi. Þetta lostæti hafði auk þess einn ókost og hann var sá að það var ekki hægt að halda því upp í sér nema brot úr andartæki. Kakan leystist óðar í sundur á tungumanna eins og snjór fyrir sólbráð og rann onímann sjálfkrafa rétt það bíl sem bragðið góða var að byrja að segja til sín. Og menn áttu ekki peninga til að kaupa sér aðra í viðbót. Það var ekkert hégómamál að vera boðinn til hátíðar þar sem hylti undir mannfagnað af þessu tagi. Hann lét mig ganga samsíða sér eftir löngu stétt. Allir sem eitthvert mannsmót var að tóku ofan hattinn og heldri kvenmenn kinkuðu kolli. Nokkrir námu staðar og sneru sér við og horfðu á eftir honum. Já, hvað heitirðu nú annars lagsi, sagði Garðar Hólm við mig. Ég heiti Álfgrímur, sagði ég. Já, hvernig læt ég, sagði hann. Það er bara svo erfitt að trúa því hvað ég ætlaði mér að segja. Hefur það áhugamál? Ég sagði, ég að hugsa að fara niður á Austurvöll á sunnudaginn. Hvað ætlar að gera þangað, spurði hann. Ég ætla að hlusta þig syngja. Til hvers, sagði hann.
Ég hugsaði mig stundarkorn og svaraði. Mig langar að heyra dálítið. Dálítið, sagði hann. Hvað áttu við? Mig langar svo að heyra þennan hreina tón. Garðar Hólm vaknaði allt í einu eins og svefnganga á miðri götu, nam staðar og horfði á mig. Hvað segir barn, sagði hann að lokum. Hvernig talarðu? Þá fór allt í einu að mér feimnin og ég horfði á hann á móti. Og legg ég ekki fyrir hann eins og ekkert væri þarna á miðri löngustétt þessa spurningu sem hefur verið að brjótast í mér í 3 ár. Alltaf síðan hann séra Jóhann talaði við mig hér árið. Er það satt, sagði ég, að ekki sé til nema einn hreinn tónn? Víst er það satt, sagði söngvarinn. Því nú vera niður, liggur mér við að segja. En að maður skildi nú ná þessum eina tón, sagði ég. Grunaði mig ekki að það veri ég sjálfur sem ég mætti hér á löngustétt að kaupa pipar. Svo þú ert líka farin að tala við hann séra Jóhann. Þegar ég var að alast upp, þá var eingöngu fríðlegskonum og tignarmeyjum trúað fyrir að gæta þeirra óumræðilegu fjársjóða kökugerðalistar sem samanstóð í bakaríunum hjá okkur í höfuðstaðnum og breiddu þar úr sér borð og bekki og upp hillur og veggi. Bakarí, eins og til dæmis hjá honum Friðriksen okkar, var í raun og veru ekki hægt að líkja við annað en sjálfa Persíu að viðbættu hálfu Sýrlandi og parti af Konstantínópel eins og þessum stöðum er lýst í Úlfarsrýmum. Enda vorum við ekki fyrrkomnir inn fyrir dyr í Friðriksens kjallara en alheim söngvarinn reif ofan hattinn og beygði sig allan. Mér liggur við að segja í duftið og mælti lotningarfullur þetta eina orð, Madonna. Þarna var loksins sá maður fundinn kunni að koma fram við bakaríustúlkur eins og hefði. Sú sem hér stóð fyrir innan disk í upphlud með silfurverk á brjóstinu brosti líka í réttum stíl og roðnaði hæfilega, en það leið ekki yfir hana. Ef til vill hafði söngvarinn komið hér áður. Fyrir framan diskinn stóð feitlaginn hnáta sem kannski hefur haft árið yfir mig eða vel það og var að kaupa 2 fransbrauð. Þegar frægðarmaðurinn kom inn í bakaríð og fór að taka ofan og Madonna fór að roðna, þá fór þessi Budda öll að fara hjá sér líka. Hún gerði knébeygju með hrifningarskjálk í augunum. Og þá verður honum lítið á stelpuna og hann kannast við hana. Hann gekk til hennar og kyssti hana á ennið og strauk henni rjóðan vangann og spurði hvað hún segði í fréttum. Ekki neitt, sagði Buddan og fór nú augnabrá af henni. Nema pappa og mamma alltaf að tala að þú komir aldrei. Nú kem ég og fæ fransbrauðsteik, sagði hann. En fyrst ætla ég að kynna þig fyrir þessum strák sem verður bráðum eins stór og þú. Hann er nefnilega ég sjálfur eins og ég er í raun og veru. Hvað heiti ég nú aftur? Hann leit á mig og ætlaðist víst til þess að ég svaraði. En ég treysti mér ekki til að segja til nafns míns í svo undarlegu samhengi.
Úr því ég svaraði ekki, þá sagði hann: Þetta hún litla fröken Guðmundsen. Hún mammennar steikir fransbrauð betur en aðrar konur á Íslandi. Þá var sem skýi brigði fyrir andlit ungu stúlkunar og hún sagði hikandi: Er þessi með þér? Við erum hvert með öðru, börnin góð. Gerið svo vel, fáið ykkur 5 aura köku. Nei, takk, sagði stelpan og hélt áfram að mæla mig út skilningslaust. Ég að flýta mér heim. Ekkert liggur á, litla fröken, sagði hann. Madonna mætti ég biðja að húka í þetta breiða hvíta fat sem stendur þarna á fæti. Madonna setti fat fyrir okkur, þakið rjómakökum á búðarborðið. Manni næstum því leið fyrir brjóst af andlegri og líkamlegri sælu að horfa á þessi gómsætu listaverk. Gerið svo vel, kæru börn, sagði Garðar. Ég fékk mér köku og ætlaði að borða hana af hæversku eftir því sem mér hafði verið kennt. Ég var meira að segja að reyna að útsirkla þá köku sem væri einna fábreytilegust að lit og lögun. Því amma mín hafði lagt ríkt á við mig ef ég væri einhver staðar gestur að velja einlægt óásjálegasta bitann. En ef tekin svona kaka og farið að bíta í hana hæversklega, þá verður býsna lítið úr henni nema lítilsháttar vilsa á puttunum. En þá verður mér litið til og sé hvar söngvarinn sjálfur tekin til við kökurnar. Það ekki ofsagt að hann hafi farið að við kökur eins og sá sem vald hafiði. Þvílíkar aðfarir hafði ég ekki séð fyrr. Að minnsta kosti var ekki verið að velja ljótustu kökuna fyrst. Litla fröken Guðmundsen horfði á líka og Madonna brosti við hverja köku sem hvarf oní söngvaran. Því þær hurfu, eða réttar að sagt runnu oní hann, í stríðum straumum, hver á fætur annari, stundum 2 og 3 í senn. Meðan hann át, linnti hann ekki látum að skora á okkur, kæru börn, að gera svo vel. Mér féll svo rækilega allur ketill í eld að ég man ekki ljóst hvort ég hætti mér nokkun tíma út í köku númer 2. Það eins og mig minni að ég hefi látið mér næja að standa þarna uppi eins og hver annar glópaldi með vilsuna úr númer 1 á puttunum. Jesús, sagði litla fröken Guðmundsen. Það rýður á að hesthúsa þar áður en það súrna, sagði Garðar. En það var fatið bráðum tómt. Eigum að biðja Madonnu annað fat. Já, sagði litla fröken Guðmundsen og tók andköf. Þetta ætti hann pappa sjá, sem alltaf segir úldinn fiskur sé bestur. Eða hún mamma, sem segir það ég vera steikt fransbrauð. Garðar þurrkaði sér munninn með vasaklútnum sínum og hlóað okkur. Vor maið, Madonna. Hann fór hún í vasa sinn og lét hringla í einhverju, tók síðan fram handfylli sína af gullpenningum. Hann kastaði einum peningi upp á fatið tæmda og sagði: Vesku, Madonna. Jesús, sagði litla fröken Guðmundsen. Er þetta ekta gullpenningur? Það ekki til ekta gull, börnin góð, sagði hann. Gull í eðli sínu óekta.
Jesús, sagði litla fröken Guðmundsen. Ég get því miður ekki skipt, sagði Madonna og skoðaði peningin báðum megin frá. Svona miklir peningar hafa aldrei komið í kassan hjá mér í einu síðan ég kom hingað. Þér verða að tala við Friðriksen sjálfan. Láta það bíða þangað til næst, sagði Garðar Hólm. Adjö, Madonna. Nei, sagði Madonna. Ég tek það ekki mál. Það er varla ég þóra einu sinni að koma við hann. Ég myndi ekki hafa ró í mínum beinum að vita nálægt mér. Garðar Hólm var kominn hálfur upp úr kjallaranum og hafði tekið yfir axlir mér og henni fröken Guðmundsen eins og hann ætti okkur bæði jafnt. Madonna kom hlaupandi á eftir okkur með peningin. Ég grátbiður Garðar Hólm takið frá mér þennan gullpenningiðar, sagði hún. Fáðan þessum unga sveini, Madonna, sagði söngvarinn. Hann er nær því að vera ég sjálfur, heldur hann Garðar Hólm. Madonna lagði gullpenningin í lófa mér og þrýsti fingrónum á mér utan að honum. Hérna er penningurinn, sagði ég þegar við vorum komin upp á götuna. Og nú verð ég að fara. Ég var næstum búin að gleyma að hún amma mín sendi mig út að kaupa pipar. Alveg eins og ég, sagði Garðar Hólm. Hún móðir mín sendi mig einu sinni út að kaupa pipar og ég er ekki komin heim enn. Hérna er gullpenningurinn, sagði ég aftur. Blessaður, sagði hann. Stiktu á þig þessum öðrum. Jesús, sagði litla fröken Guðmundsen. Þetta ætti hann pabbi minn að sjá. Og mamma. Hann skildi mig eftir með gullpenningin í hendinni á strætinu fyrir framan brauðkjallarann hjá Friðriksen. Sjálfur fór hann í hina áttina með stafinn sinn í annarri hendi en með hinni leiddi hann hana litlu fröken Guðmundsen ásamt fransbröðunum hennar tveim. En þegar hann var kominn steinsnar undan, mundi hann allt í einu eftir lítilræði, sneri sér á hæli og kallaði til mín þar sem ég stóð enn með gullpenningin. Ég gleymdi, kallaði hann, að biðja að skila kveðju til hennar ömmu þinnar. Ég býð líka að heilsa honum séra Jóhanni okkar. Segðu honum að hann hafi haft rétt fyrir sér. Það er til einn tónn.